Svo velkomin í fjórða þáttinn hérna á YouTube-brósinu minni sem fjallar ítarlega gaslýsingu og þetta seinasti þátturinn í þessari þáttaröð sem að fjallar narsissisma og einstaklinga með sjálfsástaröskun. Og þarna í næstu þáttaröð þá ætla ég að fjalla ítarlega narsissista, persónuleikaraskanir og ofbeldið og misþyrmingarnar sem að narsissistar beita fórnarlömb sín. En í seinasta þætti þá ræddi ég falska söguþræði sem að fórnarlömb eru innrætt með hver þau eru og hvernig þau tengjast öðrum. En í þessu þætti þá ætla ég að skoða Stockholm-heilkennið og hringlaðan heilaþvott og hvernig það tengist gaslýsingu. En Stockholm-heilkennið auka afurð af gaslýsingu og sumir skilja Stockholm-heilkennið sem að fórnarlamb búið að tengjast fangar sínum tryggða böndum. En á ensku þá kallast þetta Capture Bonding Projective Identification. En það þegar fórnarlamb samsamar sig við það sem hún vill sjá í tiltekinni mannesku. En Stockholm-heilkennið að hafa samúð fyrir einstaklingnum sem að beita þau ofbeldi. En þarna svona sjúkleg samkennd. En fórnarlömb verja og samsama sig þörf narsissistans að beita þau ofbeldi og þau líta það sem góðvild þegar fangarinn dregur úr eða hættir að beita þau ofbeldi og þau halda hollustu og bandalagi svo við fangara sinn. En ein ömurlegasta tegund gaslýsingar þegar einhverjir augljóslega fórnarlamb glæpsamlegra atvika, kynferðisofbeldis og svo framvegis, en innrætt að rökfræði sem stangast á við raunveruleikann og á endanum þá samsamar fórnarlamb sig við þann söguþráð og sér hann sem sinn eigin raunveruleika. En fórnarlömb þvinguð til að skilja og upplifa annan raunveruleika með því að skipta út myndina á speglinum. Og ég ræddi myndina í speglinum í þriðja þættinum í þessari þáttaröð og endurlega kíkt á hann ef það kallar til þín. Endilega skoða alla þættina, þetta mjög mikið ítarefni. En það margar leiðir gaslýsingar sem narsissistar nota til þess að veikja fórnarlömb sín og styrkja sjálfan sig. Og þau skipuleggja falskar aðferðir sem virka ekki og þessi leið mjög algeng. Gaskveikjarinn geti leitað upp mannesku sem hann eða hún veit að óhæf. Og ef gaskveikjari vill gaslýsa þig þá finnur hann þerapista sem tryggir að þig. Þerapista sem hefur fengið engar eða rangar upplýsingar þig. Eða þerapistin geti verið triangileitaður til þess að vantrúa fórnarlambinu og trúa gaskveikjaranum. Og það hefur oft gerst að gaskveikjarinn, sjúklegi narsissistinn, fær eiginkonu eða eiginmann sinn til þess að koma í meðferð hjá sínum þerapista sem gaskveikjarinn hefur algjörlega gaslýst og komið í kring að þerapistin eyðileggur meðferð gaslýsta fórnarlambsins eða að gaskveikjarinn finnur annan þerapista sem getur komið fölskum upplýsingum til. En sumir þerapistar bara ekkert nógu þjálfaðir til þess að átta sig á því að það ekki viðeigandi eða örugt að hitta maka skjólstæðinga sinna. En gaskveikjari geti pantað tíma hjá þerapista sem að fórnarlambið hefur ekki efni á eða staðsetningin of langt í burtu sem að skapa stress fyrir fórnarlambið eða að þerapistin sálfræðingurinn liðsveinn eða ensku flying monkey. Og hann þekkir gaskveikjaran og það vinskapur þarna. Þetta að eyðileggja fyrir fórnarlambinu. En narsissistinn þykist vera fullur af samúð og áhyggjum og lætur eins og sé brugðið þegar tilraunir fórnarlamba til þess að leita sér að aðstoð mistakast. Og þetta sósíópatísk hegðun. Þessi áætlun þaulhugsuð og skipulögð svo að fórnarlambinu mistakist. En það til heilkenni sem kallast us-us, elsku Karlotta eða á ensku hush-hush sweet Charlotte syndrome. En það þegar gaskveikjarinn, sjúklegi narsissistinn, sem annarkvort sósíópatísk einkenni eða sósíópati, gerir fórnarlambið geðveikt eða andlega skert með því að nýta sér áfallastreitu röskun fórnarlambsins.
Og þú veist, í öðrum orðum þá veit gaskveikjarinn að fórnarlambið er með áfallastreituröskun og veldur fórnarlambi meiri áföllum og bætir því fleiri lögum ofan á áfallastreituröskun til þess að gera ástandi bara gjörsamlega stjórnlaus. Og þau nota viðkvæma og brothættu þætti fórnarlambsins með því að nýta einangrunina sem að þau eru í eða tilfinninga þeirra einangrun með því að skapa hættulegt og óútreiknanlegt umhverfi. Og þau nota uppáskrifuð lyf til þess að byggja sögu hvað andlega veik eða geðveik þau eru og þetta gerir einstaklingurinn sem að gaslýsa fórnarlambið sitt, gaskveikjarinn, sjúklegi narsissistinn, fyrir persónlegan ávinning. Svo triangulation eða kyrking, ég skrifaði þetta daginn þríherning en mér þykir ekki vera til neitt gott orð á íslensku yfir triangulation, þannig að ég bara held mig við það. En ef þú ert með gott orð, endilega bættu því athugasemd, ég alveg opið fyrir því. En triangulation er sálfræðileg aðferð sem notuð til þess að blekkja einhvern í sambandi þar sem það eru 3 eða fleiri. Og gaskveikjarinn getur komið með þriðja aðila til þess að hjálpa þeim við ferlið og stundum þá áttar þriðji aðilinn sig ekkert á þessari blekkingu. En þannig skapast triangulation í mörgum venjulegum samböndum og fjölskyldumálum þar sem ein manneskja getur sannfært aðra að þau hafi rétt fyrir sér og toga þriðja aðilann inn í sambandsvandamál sem þau eru að upplifa. Og með því að fá þriðja aðilann til að fara í lið með þeim, þá geta þau fengið manneskjuna sem að þau eru í sambandi með til þess að trúa því að þau hafi rangt fyrir sér. Og þriðji aðilinn geti verið fús og virkur í ferlinu og ekki átta sig raunverulega á hvað er í raun og veru að gerast hérna. En hér er dæmi svona venjulegt samband. Móðir er að upplifa vandamál með pappa, eiginmanni sínum og móðirinn fær elsta son sinn til þess að sanna að pappi er ekki að vera góður við mömmu. Og þegar hún hefur fengið son sinn á sitt band, þá spilar hún syninum gegn pappa sínum. Þetta er triangulation. En ytri triangulation er þegar þriðji aðili er togaður inn í meint vandamál eða innrætta söguþráðin til þess að brjóta niður gaslýsta fórnarlambið og til þess að efla máttleysi þeirra og einangrun. En gaslýsing og triangulation er mikið lúmskari og sjúklegri en venjulega er gert grein fyrir. En gaskveikjarinn hann skapar svo áætlun til þess að snúa fólki gegn gaslýsta fórnarlambinu og þau innræta ytri söguþráð, sem sagt í ytra umhverfið, á meðan þau eru að innræta innri söguþráð inn í aðal skotmarkið. En gaskveikjarinn eða narsissistinn hann útbýr falska sögu þar sem hann fær þriðja aðila eða fleiri til þess að trúa á meðan hann er að skapa innri sögu sem fórnarlambið trúir oft. En þessar sögur þær samsama sig og enginn nema gaskveikjarinn, sósíópatíski narsissistinn veit að þetta er allt saman hauga lygi og stundum þá samfæra þau sig bara sjálfum að þetta sé satt. En hér er verið að ræða að því að þriðji aðili eða fleiri eru gaslýst með fölskum söguþræði og þannig eru fengin á band gaskveikjarans sem svo notar þau sem handbendi til þess að vinna skýta vinnu fyrir sig. En gaslýsandi narsissistinn hann notar þetta fólk til þess að gaslýsa og beita aðal skotmarkið misrétt og ofbeldi. En eins og það er ytri triangulation, þá er innri triangulation sem eru gaslýstu raddirnar. Og ég er ekki að tala hérna geðklofa þar sem einstaklingurinn er bara með nokkra einstaklinga í samræðum. Þetta eru neikvæðu raddirnar sem segja að þú ert veiklunduð, þú ert vitlaus, þú ert heimsk, þú ert aumingi. Hver heldur þú að þú sért eiginlega? Það er eitthvað að þér, skammastu þín. Og þú veist þetta. Þetta eru innrættir sjálfs- og sambandssöguþræði sem verða svo sjálfstali. Og gaslýsta fórnarlambi trúi því að lokum að innrættu söguþræðinni séu þeirra eigin hugsanir og fara að trúa þeim. Og ef gaskveikjarinn segir við fórnarlambið, þú ert heimsk,
þú ert óörugg eða þú ert kvíðin, enginn mun elska þig og ef þessi áætlun hjá narsisistan gengur upp, þá mun innrætti söguþráðurinn færast yfir í söguþráð frá öðrum. Og fórnarlamb hugsaði þá, svona sér fólk mig. Og meiri skömm færist yfir fórnarlambið og lausnin virðist vera bara að einangra sig frá lífinu. En innrættur söguþráð frá öðrum geti verið, engulninga við mig. Og þessir fölsku söguþræðir er það sem bandaríski sálfræðingurinn Ross Rosenberg kallar raddirnar í höfðinu. Og ég er að tala um þetta sjálfstal. Og fórnarlömb eru núna með innrætt gaslýst vandamál sem þau hafa samsæði við. Sem þýðir að núna trúa þau því að þau séu þetta og fara að lifa þetta sem sinn raunveruleika. En innrættir falskir söguþræðir senda okkur skilaboð, gagnrýni og harða dóma sem við svo trúum að séu sannir og förum að segja við sjálfan okkur. Þannig gaskveikjarar þeir virkja raddir til þess að herja stríð gegn gaslýsta fórnarlambinu. En gaskveikjari hann gaslýsir og innrættir söguþræði hver þú ert, hvernig þið líður gagnvart sjálfum þér og öðrum, hvað þú getur og þetta er árás á þitt sanna sjálft, þitt raunverulega sjálft. Þetta er árás á þínar innri auðlindir og þínar ytri auðlindir. Þetta er árás á sjálfsímyndina þína, sjálfstraustið þitt, draumana þína, markmið, hæfileika, getu. Þetta er það sem er verið að ráðast á. Þetta er bara árás á þínar innri auðlindir. En þegar gaslýsta fórnarlambið samsamar sig með þessum söguþráðum, þá verður þetta að þeirra sjálfstali og þau taka við og hlusta á stanslaust, þú ert heimskur, þú ert ljótur, þú getur þetta ekki, það er eitthvað að þér, þetta. Og svo verður þetta bara af þeirra sjálfstali. Það tala svona við sjálfa sig. Gaskveikjarinn nær algjöru stjórn á fórnarlambi þegar honum eða henni hefur tekist að innræta þá trú eða frásögn að hann eða hún sé færum og vilju til þess að láta fórnarlambi líða eins og þau séu metin virt og elskuð. Og gaskveikjarinn innrætir þá trú að hann sé góði gæinn og hann muni hugsa þig og hann muni elska þig og virða. Og þetta er fölsk frásögn vegna þess að gaskveikjaranum, narsisistanum, hún líður ekki þannig, hann trúir því ekki og það er engin ásetningur að það sé að fara að raungerast. En gaskveikjarinn slær gull þegar sama innrætta frásögnin útskýrir í vörn hvers vegna gaslýsta fórnarlambið veldur því honum eða henni svo oft og fyrirsjáanlegum vonbrigðum. En þeir einstaklingar sem eru með sjálfsástaðröskun eða SLDD eða meðvirkni eða á ensku self-love deficit disorder eru mjög berskjöldu fyrir því að verða fórnarlamb hringlaðs heilaþvottar. Og ef narsisistin getur fengið fórnarlamb til þess að trúa því að hann eða hún sé ástrík og fórnfús og sama tíma þá er sami gaslýsti söguþráður að fá fórnarlambið til þess að samþykja það að það sé alltaf að valda narsisistanum stanslausum vonbrigðum, þá erum við komin í drullupoll tvíbindingu sem er gaslýsing á öðru stigi. Og ég tala um tvíbindingu með minni þætti 2 en ég er ekki alveg 100% á því. En gaslýsta fórnarlambi segir, eiginmaður minn eða eiginkona mín er svo góð manneskja, bara frábær manneskja og mun alltaf hugsa vel um mig en á sama tíma er ég alltaf að valda honum eða henni stanslausum vonbrigðum og hér er fórnarlambi uppfullt af samviskubiti og skömm. En þetta er hringlaður heilaþvottur. Hann er fullkominn eða hún er fullkominn og ég er slæmur eða slæm og þetta er hringurinn sem fangar gaslýsta fórnarlambið í gildru.
En ef gaskveikjarinn getur skaðað trú fórnarlambsins á faglega hæfileika sína og stundum það áætlun gaskveikjarans að einangra gaslista fórnarlambið algjörlega frá útheiminum og gera fórnarlambið algjörlega upp á sig komin. Og þá gæti þarna gaskveikjarinn skaðað trú fórnarlambsins á faglega hæfileika sína. Til dæmis ef einhver er með náðagáfu að spila á hljóðfæri eða mála eða eitthvað þannig og þú veist, og byrja að slípa það niður. Þannig náðu höggstað á sjálfsáliti og sjálfsvirðingu gaslista fórnarlambsins og tilfinningar eigin sjálfræði fellur og trú á sjálfan sig hverfur. En gaskveikjari gæti hvatt fórnarlamb til að taka við starfi sem að það ekki hægt að sinna eða þarna einhverja atvinnu eða fara í einhvert starfsferil sem bara ekki fyrir þau til þess að brjóta það niður. Og gaskveikjari þeir auka á efa og óöryggi fórnarlamba og þau auka á áhrif neikvæðra mistaka, sem sagt það verður alltaf fókus einbending á það sem fór á mis og fórnarlambi hættir að sjá það góða sem það gerir. Og það er líka ein gaslýsing þegar bara öll einbendingin eins og ég var að segja ok, ég gerir mistök og maður hættir að sjá og ég gerir líka eitthvað jákvætt, mér tekst líka, þú veist, fókusin verður bara alveg á alltaf það neikvæða. Og niðurstöðurnar eru neikvæðar og gaslýsta fórnarlambi fer að brotna undan gaslýsingunni. Þegar það eina sem þú sérð bara ónýtjung og lélegan pappír sem bara að sólunda súrefni og það eina sem hún gerir mistök, þá náttúrulega byrjar þú bara að molna. Veist, það er ekki grundvöllur til að standa undir því. Og svo þetta með þessa innrættu sektarkennd. Þú ættir að hafa eða þú ættir ekki að hafa. Og það er mjög mikilvægt fyrir gaskveikjaran að skapa skömm, sektarkennd og niðurlægingu fyrir fórnarlamb. Og ef þau vilja að manneskja hætti að mistakast í starfi og hér er það sem þau hamra fórnarlamb, að þau séu ekki nógu góð, að þau séu til sér skammar, að þau séu að særa aðra í vinnunni og gaskveikjarar þeim minnka eða gera óvirt sjálfstraust, sjálfræði, stöðningsnet í vinnunni og þá trú að þau hafi þá hæfileika til þess að geta sinnt vinnunni sinni. Og oft þá hafa fórnarlömb tapað trú á faglega hæfileika sína og gengi í burtu frá atvinnuferli sem þau hafa ekkert gert nema þau hafa verið gaslýst. Og ef þú gengur í burtu frá vinnu þá áttu enga peninga og þá ertu háðar narsisistanum sem fangariðinn. Og ef gaslýsta fórnarlambi dirfist til þess að standa með sjálfum sér og ásakar svo gaskveikjaran þá breytaði fókusunum eða varpa. Og ef fórnarlamb ver sjálfan sig fyrir narsanum eða reynir að fá hann til þess að sjá að hann eða hún hafi rangt fyrir sér þá kemur narsisistinn af fullum krafti í gagnárás og þau varpa og breyta fókus. Og hér narsisistinn að brjálast að reiði og ráðast á fórnarlambi með reið og háð. Og gagnárásin, hún hræðir fórnarlambið í flestu tilvikum og þau hörfa tilbaka. Og þau hætta þá að ásaka narsisistan og narsisistinn stingur þá upp á því að þau hafi rangt fyrir sér og að koma narsisistan í uppnám hafi ekki verið ásetningur eða vilja þeirra. En þessi fókustilfæring, hún gerir gaskveikjaranum kleift að skapa svona smyrkeppins eða smyrja orðspor gaslýsta fórnarlambsins. Og stundum þá segja gaskveikjararnir að fórnarlambi sem að verja sig að það sé, þú veist, það náttúrulega veikt, náttúrulega geðveikt og þú veist, það alltaf their go to og þarna að það sé fullt af hatri og gremji og svo ásast að fara að ásaka fórnarlambið geðheilbrigði vandamál. En leikarinn Bill Cosby, hann notaði þessa aðferð til þess að verja sig öll þessi ár og ef einhver sagði að hann hefði nauðgað sér, þá brjálaðist hann og fór í gagnárás og þau fórnarlömb, þau voru svo hrædd að þau voru annarkvort blekkt til þess að trúa því að þau hefðu mögulega verið fórnarlömb nauðgunar, gaslýsing eða
þau gerðu sig grein fyrir því að gagnárás Bill Cosby var einum og mikið til þess að lifa af. En ég ætla að enda þetta hér og takk fyrir að horfa og vonandi hefur þetta gefið skýrleika og setti á vegferð heilunar og sannleika. En ég býð upp á 4 vikna ráðgjöf og þjálfun og þarna endilega ef það eitthvað fyrir þig þá hlekkur hérna fyrir neðan þetta myndband. Og svo getur líka sendt mér hérna tölvupóst. En við sjáumst í næstu þáttaröð sem fjalla ítarlega narsissisma og narsissista og hvað vandamálið sé eiginlega. En það fyrir næst.